Og við nefndum nú, fórum hratt yfir sögu hérna í síðustu, hérna á síðustu fundum. Við höfum svona reynt að skyggnast inn í þessa þróun, alveg reynda frá yngri steinöld eins og við munum, til þess að átta okkur á þessum rótum eða þessari grasrót hreyfingarinnar, hvenær verkalýðshreyfing verður til og hvenær kapitalisminn til, hvað það sem gerist og hvað það sem fylgir honum. Og við vorum komin svona að inn í innbyltinguna síðast og látum þar hérna kyrrt liggja hana, en förum núna til Íslands og skoðum þróunina hér. Og á Íslandi gerist allt svona hægar. Það náttúrulega eðlilegt við innbyltingin orðin 150 ára sums staðar í Evrópu þegar Íslendingar fara svona að bæra á sér. En miðja 19. öld þá fara að verða breytingar, eins og ég nefndi nú í síðasta þætti held ég, þar sem þessi frjálsa verslun sem verður verður að veruleika 1855 rétt miðja 19. öld, að hún hefur gríðarlega mikil áhrif í þá veru að þessi íhaldssama bændamenning, hún fer með því að víkja fyrir sjávarútvegi, og það hann sem fer að sækja fram, og með honum fer þéttbýlismyndun að aukast og fólk fer að hunsa til dæmis vistabandi. Ég kem aðeins inn á vistabandið á eftir, og fer að fara til verstöðana sem verða smá saman þorp og bæir, og þessi þróun hún þannig séð svo sama og við sjáum til dæmis bara í Bretlandi frá upp úr miðri 17. öld og víða annars í Evrópu undir lok 18. aldar, þessi aukna þéttbýlismyndun sem verður til þess og sem einmitt rekst í slóð iðnvæðingarnar. Og hér á Íslandi þá eru það prentarar sem fara fyrstir með að stofna félag, og það eru reykvískir prentarar, og ástæðan fyrir því að þeir eru fyrstir, hún náttúrulega einföld. Einhver sem hefur hugmynd það? Einhver pælt í prenturum? Þeir eru náttúrulega menntaðir erlendis, mjög margir, komur á Danmörku, og þeir eru þar ekki stöðugt með ritaða orð. Þeir eru líka, þannig að þeir eru þessi menntaði hluti hreyfingarnar, getum við sagt, og þar með, og þeir fylgja svo vel með því sem að gerast, og í Evrópu og í Skandinavíu, okkar nálægustu samfélögum, þar verkalýðshreyfingin þegar komin á fljúgandi ferð undir lok 19. aldar. Og sjómannafélagið Bárufélögin, þau eru dálítið merkileg. Þau eru svona undanfari þessara félaga ófaglæra verkamanna, og það voru sjómenn, en þetta var líka opið fyrir landverkamenn. Þessi félög, Bárufélögin, voru mörg. Þau hétu Báran 1, Báran 2, Báran 3 og svo framvegis, og í dag eitt Bárufélag held ég eftir, sem með sama nafni, það á Eyrarbakka, ef ég man rétt. En þarna sem sé breyting samfélagsins orðin mjög hröð. Það margt sem að gerast, og vistabandið sem ég nefndi áðan, það nánast bara bókstafur einn. Þó eru breytingar á þeim lögum svo seint sem 1907. En það sem menn voru að hugsa það að
koma skikki á vinnutíman kannski fyrst og fremst að fá viðurkenningar atvinnurekenda og ríkisvalds á samningarétti verkalýðsfélaga að kaupa sér greitt samkvæmt taxta félagana, að þau sjálf sem eiga að setja taxta og félagsbundnir verkamenn hafi forgang til vinnu. Þetta var gríðarlega mikið atriði og þetta reyndar lykil orð dálítið mikið, þar að segja forgangsréttur til vinnu. Það dálítið mikið lykil orð að stöðu verkalýðshreyfingar á Íslandi, sem hefur valdið því að Ísland með hvað mest hæst hlutfall félagsbundins launafólks innan í félögum og það á ástæðu, það má rekja þá skýringu nokkuð aftur. Ég kem að því þetta var svo sé nokkuð sem verkafólk hafði barist gríðarlega hart fyrir og það var ekki fyrir inn á fjórða áratugnum sem þetta var svona nokkuð örugglega komið í höfn. En þessi félögin voru að gera það, má greina það í svona nokkra þætti, faglegt starf, þá sem sé að takast á við aðstæður og reyna að koma einhverjum sameiginlegum taxta. Pólitísk barátta var náttúrulega þarna líka, verður öflugri eftir því sem á líður og það að heyra fólkum hrópa að verkalýðshreyfingin eigi ekki að vera pólitísk náttúrulega þvílík vanþekking á eðli og sögu þessara hreyfingar að það varla svara vert. Verkalýðshreyfingin í sjálfu sér og á að vera og þarf að vera mjög róttæk og pólitísk til þess að hún ná einhverjum árangri og það eigum við vonandi eftir að koma frekar inn á síðar. Og menn voru með til dæmis alls kyns pælingar hvert hlutverk félagsins ætti að vera og það var til dæmis samvinnurekstur. Menn voru á kafi í alls kyns pælingum til sjálfshjálpar og ekki síst bindindismál. Ég nefndi þarna í síðasta þætti svona upphaf verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu var einmitt vandamálið með áfengið. Bindindisfélög urðu til þess að venjulegt fólk fór að læra fundarsköp og fór að geta tjáð sig á fundum, farið eftir einhverjum reglum samtal á fundum og þessa arfleið ber að varðveita og halda í hávegum því að bindindismál voru sannarlega mál sem voru verulega íþyngjandi. Til dæmis voru bárufélögin, ég hef lesið gerðabækur bárufélagana nokkura og það mjög áberandi að vandamálið vegna drykkjuláta á fundum var mjög stórt. Menn voru blind fullir á fundum en sjómenn náttúrulega höfðu orð á sér fyrir það að vera drykkveldir og það voru hér í bænum krár sem voru meira og minna setnar sjómönnum, sérstaklega þegar veður voru slæm og ekki gaf á sjó. En þetta var náttúrulega eini staður sem fólk eða menn höfðu til þess að leita sér svona að einhverjum félagsskap og úr þessari kitru sem þeir leigðu kannski einhvers staðar í bænum með öðrum gjarnan, svo að oft lágu þeir þröngt og þegar var bræla þá var ekkert annað að fara inn á krána. En ég vil nefna þetta vegna þess að þetta var stórt vandamál meðal í þessum fyrstu félögum ófaglærðs fólks í bárufélögunum, en þegar Dagsbrúnin er stofnuð 1906 að þá ég hef hvergi rekist á nein vandamál með það. Það eitthvað, það hafi gerst eitthvað
og það náttúrulega margt sem hafði gerst þarna 1906, 1907 í Reykjavík. Það gríðarlegur vöxtur í bænum. Þetta einhver fallegasta vetrarmynd sem ég hef séð. Ég elska þessa mynd, svona ef ég get elskað myndir. Vitið þið hvaða bær þetta er? Og hvenær myndin tekin? Ef þetta Litlabrekka þá var tekið eftir 1912. Þetta ekki Litlabrekka? Nei, þetta getur engan verið Litlabrekka. Sjáu við fegurðina, sjáu við friðinn. Sést á skip þarna fyrir ofan? Já, til dæmis. Það sést skip þarna fyrir ofan. Þetta þá upp á holtinu sem að Landakots Nei, þú ert aðeins of vestarlega. En þetta nefnilega, og þá þetta skip hérna náttúrulega það komið stromp, þetta gufugnúið skip. Þetta væntanlega þá líka tekið áður en höfnin komin og hún verður 1907 og það svo gaman. Nei, 1913. 1917 sagði ég, ætlaði að segja, nei, hún 13 til 17, hún í byggingu. Endilega ef ég dettur svona út mér, þá látið mig heyra það. En það svo gaman að svona myndum hvernig við horfum á þær, og ég á einn góðan kunningja sem áhugamaður skip, alveg feiknarlega mikill áhugamaður skip, og þegar hann sá þessa mynd þá var hann algjörlega frá sér af hamingju og hann var strax búinn að festa nafn á þessu skipi mér að segja. Hann vissi vel að þetta var, og þá líka að þetta var einhvern tímann í byrjun 20. aldar. En þetta Sölvhóll, það sem núna Seðlabankinn. Og þegar sem við erum komin þarna 1907 að þá vistaband enn í lögum, þó að það væri búið að þó að hundarsmaðurinn tæki ekkert mark á þeim lögum og fólk var að fara í þéttbýlið án þess að spyrja kóng eða prest. En samkvæmt lögum að þá bar þeim að greiða köllum 17 krónur og konum 5 krónur fyrir að fá að flytja úr einum hreppi í annan. Og þetta eins og sjáu hérna, ég reiknaði þetta út, það var 68 vinnustundir sem það kostaði fyrir dagsbrúnamann að fá að fara, til dæmis færa sig sett úr hérna sveit í bæ eða úr Reykjavík í Hafnarfjörð. En vistabandið, vitið þið hvað það var? Það voru lög. Þetta var ekki neitt band, þetta var ekki spotti sem tjóðraði fólk, það voru eins og lög sem tjóðraði fólk. Og þessi lög voru má segja, kannski ekkit vitlaus leið í samfélagi sem var svona á mörkunum, sem þurfti svo lítið út að bera til þess að illa færi fyrir vegna til dæmis harðæris eða sjúkdóma eða slysa. Og þessi lög má sjá í Grágás, það sem frá þjóðveldistímanum þessi lög vistaband í íslensku samfélagi. Og þau má segja hverfa með þessar lagabreytingu 1907 og þarna var, eins og sé, var verið að gera breytingu, en engu að séu þá varð, segja, 1907 það ár sem við töljum að þar með hafi vistabandi verið úr sögunni. Og Reykjavík það samfélag sem þegar við komum að 1906 eða 7 þegar dagsbrúnin stofnuð 27. janúar 1906 að þá Reykjavík í gríðarlegum vexti og ég ætla að sýna nokkra myndir hérna. Einhver sem átt að sjá hvað þessi mynd tekin?
jú. Sjá hérna, þetta náttúrulega þessi mynd tekin einhvern tímann í byrjun aldarinnar eða í lok 19. aldar. Þetta þá bærinn Sölvhóll sem sést þarna lengst í burtu? Hérna? Hérna, já. Hérna? Ég hef nú aldrei fengið þessa spurningu áður og það getur nefnilega vel verið. Það getur nefnilega vel verið. Þetta sennilega rétt hjá þér. Já. Ég hef aldrei spurt mig þessara spurningar sjálfur, hvaða þú var þetta? Þetta sennilega... Það var kannski ofar í... Nei, hann stendur þarna... Nei, þetta getur alveg verið Sölvhóll, sko. En þetta sem sé, hús við Hafnarstræti. Hérna portið, hérna var síðan steinbryggja og hún var ekki gerð fyrir 1907 eða 1906, þannig að þetta fyrir þann tíma og þetta voru aðstæður. Ég átti að sýna fleiri myndir af Reykjavík frá þessum tíma og ég nefnilega býð svo vel að hafa myndir sem ég fekk hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Þjóðminjasafninu þegar ég var að vinna að þessum bókum og ég nota þeir bara eins og ég get. Ef ég með svona spjall eitthvað þá finnst mér alveg sjálfsagt að nota þessar myndir og njóta þessa heims sem horfin, en myndir nefnilega ofboðslega góðar heimildir á svo margan hátt og að þessu líka með sína galla eða vankanta eins og gerist með aðrar heimildir. En það sem með Reykjavík í upphafi lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar, það þessi gríðarlega hraði vöxtur og við sjáum hérna að vöxturinn frá 1900 til 1905 9,5% á ári. Þetta gríðarlega hröð þróun og það nefnilega, ég nú með þessar tölur vegna þess að ég held að í þeim liggi skýringin á því af hverju var verkamannafélagið Dagsbrún stofnuð akkúrat 1906. Af hverju var það ekki stofnað fyrr, af hverju ekki síðar? Það hefði mátt alveg hugsa sér að það hefði verið stofnað fyrr en 1906 var það stofnað og það einmitt eftir tímabils 5 ára tímabils eða í lok tímabils sem vöxtur bæjarins hafði aldrei verið meiri. Og hvað það þá sem kallar á verkafólk að stofna félag? Af hverju stofnaði félag akkúrat þá þegar vöxturinn svona mikill í bænum? Hvað það sem veldur? Nú kemur það einhver. Einhver sem hefur pælt í því? Þetta allt saman rök, þetta allt saman bara eðlileg. Ef Sigmundur Davíð var hérna þá myndi maður ekki þurfa að bíða til svarið því hann svo rosalega mikill rökhyggjumæður. Allt þetta spurning rök og einfalt, svarið mjög einfalt. Já, það reyndar búið að samþykkja það. Það reyndar búið að samþykkja það 1902. Það var Skúli Thoroddsen sem lagði það fram frumvarp og það var samþykkt. En það var reyndar ekkert farið eftir því víða land. Ég man eftir því þegar ég var á Eyrarbakka 1960 að þá var verið að leggja inn í kaupfélagið og taka út úr kaupfélaginu. Menn sáu gjarnan ekki peninga alltaf, mjög oft. En það var nefnilega óttinn við hina. Það var óttinn við þennan fjölda sem kemur úr sveitinni með glíu í honum að fá vinnu. Hérna væri allt svo fínt og flott. Menn kynntust til dæmis í verstöðunum og vistabandið fól það í sér að vinnumenn og vinnukonur voru neydd til þess að vera skráð í vist hjá bónda frá ári til árs, frá maí til maí.
og að brjóta þessi lög gat kostað hýðingu í besta falli, gat líka þýtt sekt og jafnvel fangelsi. Og þegar breytingarnar fara að verða hraðar þarna upp á miðri 19. öld, þá náttúrulega fólk, eru menn, kannski aðalega karlmenn, sem hittast í verkstæðunum. Það eru bæði vinnumenn og það eru tómthúsmenn úr bæjunum, daglaunamenn úr bæjum. Þeir fara að bera saman bækur sínar. Í ljós kemur að vinnumaðurinn sem hörkuduglegur og mikil aflakló, hann hjá Jóni bónda í Syðri-Tungu og hann bara á föstum launum þar. Það föt og það klæði og það einhverjir smáaurar sem hann fær svo eftir árið, en ekki meir. Bóndi hirðir hans hlut. Menn fóru reyndar að semja það svo seinna að fá að halda hlut sínum eða einhver leyti, en það var sem farið að brjóta upp þessa reglu, föstu reglu sem áður hefði verið alveg hrein og tær, að bóndi átti hlut vinnumannsins eða vinnumannanna. Og þetta var til þess veiði klær úr hópi vinnumanna fengu kannski svona ákveðna glýju í augum þegar vissu það að Jón Jónsson hann heldur öllum sínu hlut. Ég þarf að láta bóndan fá það sem ég hef aflað. Svo að það var til þess að auka þennan ofsalega straum, og sérstaklega þegar menn vissu það líka að þetta var orðið ábyrgðarlaust. Það var að segja að þetta var orðið bara innantómur bókstafur, þessi lög vistarbandið, að fólk var farið að hunsa þau og fara í bæinn, og þessi staðreynd var til þess að dagsbrunarmenn eða verkamenn í Reykjavík, þeir urðu bara skelfingu lostnir. Þeir horfðu fram á þetta flóð vinnuhungraðra ungra manna úr sveitunum sem myndu streyma hingað og bjóða taxta niður. Nú ég að tala taxta og það var náttúrulega engin taxti, en þetta var frelsi, þetta algjöra frelsi sem var náttúrulega bara í sjálfu sér andhverfa frelsisins, því að þetta voru fjötrar. En þeir báru já, en þessi þróun verður til þess að menn gefa út blað 1905, Alþýðublaðið, sem kallað Alþýðublaðið gamla, og þar fara menn að ræða nauðsyn þess að stofna verkalýðsfélag. Og nú vil ég vekja athygli á því, þið sem hafið áhuga á sögu, að það ofboðslega fín heimildarlind sem við Íslendingar búum yfir, sem tímarit.is. Þar getur maður sitja inn í stofuheimi á sér og lesi blöð frá þessum Alþýðublaði gamla 1905. Og það þvílíkur lúxus, sko. Og mjög gefandi og gaman að hverfa inn í fortíðina. En þeir sem sé koma sér saman að stofna félag, og það þennan kalda janúardag 27. janúar 1906. Þá Reykjavík sem sé, hún í mótun, og ég setti hérna myndir nokkrar svona mér til að gani mínu. Þið vitið nú alveg hvað þetta er á horni Bankastrætis og Skólavörðustígs, og svo Laugavörn hérna undan. Og ég setti þessa mynd líka vegna þess að þetta var svona alþjóðlegt vandamál, rafmagnið
kallað á mikla pælingar hvað erum við að gera með samfélag okkar og ég á bók svona sem samsafn af myndum frá 19. og 20. öld þar sem verið svona að takast á við vandamál hvers tíma svona með glettnum pennastrik með glettni í huga og það má lesa úr þessu býsna margt lengi hélt ég að þetta væri sem sé menn voru að forðast mengunina sem var orðin mikil og hún var orðin umtalsverð í borgum og fólk þurfti hérna það var mikil breyting á evrópskum borgum á 19. öld sem fólst í því að þá fer maður fyrst að sjá mjög markvissa uppbyggingu almenningsgarða og hver ástæðan? Jú, ástæðan svo að þessi iðnvæðing með sína eimirju og sitt kolsvarta loft varð til þess að fólk þurfti að komast út á þessum eina frídagi sem það hafði í vikunni, ef það hafði þó þann frídag, en það þurfti að komast í svona, og þar ekki þessi draumur 19. aldar afturhvarf til náttúrunnar, afturhvarf til fegurðar fortíðarinnar. Menn skáldin ortu yndisleg stórkostleg ljóðum hetjur hins liðna og Jónas Hallgrímsson var okkar náttúrulega aðaltöffari í þeim efnum en svo áttu aðra þjóðir sér sína Jónasa og allir voru á sömu línu að hverfa til fortíðarinnar, dásama hana og þá vildu menn líka geta komist í snertu við náttúruna, þessa fegur náttúrunar sem menn gerðu þá með því að útbúa almenningsgarða. Og þessi mynd svona ekkert mjög aðlaðandi fyrir þann sem vill hverfa inn í þéttbýlið. En ég ætla ekkert að stoppa hérna við þessa mynd frekar en þetta er fyrsti fáni Dagsbrúnar og þetta sýnir mikið stökk sem verður þarna á hugmyndinni verkalýðsfélagið. Þegar það stofnað þá er það handabandið sem aðalsmerkið og það er verkmannafélagið Dagsbrún, ekki verkamannafélagið Dagsbrún. Verkmannafélagið Dagsbrún og það er handabandið og það er spurning þá handaband milli atvinnurekenda og verkamanns eða handaband verkamanna sjálfra. Það er túlkunaratriði náttúrulega en það er mjög gaman að lesa og pæla í táknum og litum líka. Þetta er sem sé fyrsti fáninn sem þá komin í það er rísandi sól, Dagsbrún og það er hamar það er haki og skófla. Hvor eldri? Það er þessi já, til vinstri. Verkmannafélagið Dagsbrún. Það var alltaf fyrstu árin voru að kalla verkmannafélag, en ekki verkamannafélag. Sem hljómar nefnilega, verkmannafélag nefnilega að rökrétt. Það er maður verksins. En ég ætla að hvað er klukkan? 10:12. 10:12. Eigum við að taka smá kaffipásu? Ég get alveg lullað hérna áfram, ég ætla að fá mig kaffi. Viltu ekki slökkva á þá? Viltu ekki læra þetta kaffi? Jú, þú mátt gera það líka. Það er bara fínt að... Já, þá... Ég veit ekki hvað við náum í þessum kafla núna. Þetta er við megum ekki vera allt of lengi og ég vil ekki missa að við getum spjallað eitthvað saman. Mér fannst það svo gefandi á síðasta fundi fyrir viku.
En þessi mynd hérna frá höfninni dásamleg. Hvenær hún tekin? 20? Þú fellir á prófinu, þú algjörlega út fallin, sko. Takk. Það ekki. Hún tekin fyrir 1913. Hún tekin fyrir 1913, nákvæmlega. Það nú bara það sem ég var að sirka eftir. Þetta mynd sem tekin fyrir 1913, allavega fyrir 1917, en líklega fyrir 1913. Var þetta hafnaraðstaða? Já, þetta ég með fleiri myndir frá höfninni. Þannig voru, sem sé, þetta voru skipalagin. Þetta var kallað að leggja á ytri höfnina og innri höfnina. Þetta var bara ein höfn, það voru bátarnir sem gátu komist á innri höfnina, skip sem voru með farm, þau gátu ekki lagst að þessum litlu bryggjum að sjálfsögðu, við sjáum það. Þarf ekki mikla skýrin til. Svona bryggjur lágu með ströndinni og hvernig fóru menn að? Jú, menn höfðu þessa báta, þessa oft þungu, sílanlegu, stóru báta, þar sem uppskipunarbátar og þeir fengu nöfn dálítið eftir lagi sínu. Eitt var kallaður Beljan og Styrðimangi var annar bátur kallaður. Þetta nöfn sem ég þekki. En þau uppskipunni fór þannig fram að menn sigldu á þessum bátum tómum út af skipunum. Þar voru kallar borð sem hentu þá aflanum frá hönd til handar, frá lest og upp á dekk og úr dekki í bát. Það voru hásetandi sem voru áfram. Það voru hásetandi sem stóðu þá í skipinu og síðan voru það kallar eða verkkallar sem yfirleitt sáum að róa þessum bátum. En svo þegar var upp á bryggju var komið, að þá gátu mætt konur. Og það voru stúlkur sem oft á tíðum voru vinnukonur og stundum höfðu þær gert samning við húsbændur sína. Þær voru líka á þessum yfirleitt á árssamningi, þó að vistabandi verið sögunni, þá var það árssamningur. Og þá gátu þær gert samninga svona allavega, það er til nokkur dæmi það að stúlkur höfðu fengið leyfi til þess að taka einn dag kannski í viku eða þann dag eða einhvern tímann þegar lítið var að gera, þá máttu þær fara á höfnina og leita sér að auka tekjum. En annars gátu þær líka verið sendar bara á höfnina af húsbændum sínum til þess að leita sér að vinna og koma svo tilbaka og afhenda það sem þær þénuðu. Og þær voru, þegar dagspunarvenn voru með 25 aurar á tíman, að það voru þær með 15 aurar á tíman. Jafnvel þó að þær bæru á móti köllum. Og við getum rétt ímyndað okkur að á svona vinnustæði eins og höfninni, þetta var náttúrulega sá vinnustæði sem tók til sín mest vinnuafl. Þetta var bara bústaðlega sá vinnustæði sem borgarlífið hverfðist um. Og þetta fólk sem vann á höfninni, það hafði upphaflega engan fastan vinnutíma. Það þurfti bara að mæta nú snemma til þess að missa ekki af. Svo var það að vinna þann tíma sem vinnu var að fá við þær aðstæður sem þá voru við að glíma. Það gat verið frost og það gat verið brjálað veður, svo lengi sem bátar gátu farið á milli skips og bryggju. Og ég minnist viðtals við gamlan mann sem mundi þennan tíma þegar hann var þarna í upphafi aldar að vinna á höfninni og hann minntist þess að það var slæmt, sagði hann, að sjá ungar stúlkur á steypinum vera að
burðast með vagn eða halda á móti kalli á börum, þungan stafla af vöru, hvað verið saltfiskur eða hvað nú var, og það var slæmt, sagðan, sérstaklega ef hálka var, að þá kom það fyrir að konur, að fólk hrasaði, það var svo erfitt að fóta sig, og hann myndist þess að hafa séð eitthvað gerast að stúlka hrasaði sem var komin á steypinu, og hver síðan niðurstaðan varð af því veit ég ekki, en það er líka og engan veginn hægt að segja, en svona gerðist náttúrulega, en það var líka, og þá kemur það þessu, hvað er það sem skiptir máli í lífinu? Þessir gömlu verkamenn voru líka spurðir að því, hvað er það nú í æviðinni? Ef þú ættir að draga fram það sem hefur breytt mest lífið þínu, hvað er það sem þú gætir sagt að væri þetta stóra sem breytti svo ofboðslega miklu? Og annar, í mannefnlega vitum við 2 gamla menn sem kom með 2 svör. Annar var fljótur til og það er svona svar sem mér fannst ekkert óeðlilegt, sko. Það var þegar vatnið kom. Þegar hægt var að skrúfa á krana og fá vatn inn í eldhúsi hjá sér. En hann nefndi annað sem mér kom óvart, og ég hugsaði bara, ég hef aldrei hugsað út í þetta. Það var þegar gúmmístígvélin komu. Og ég reyndar að skrifa þetta í bókinni, þeir sem hafi lesið þetta og munið þetta, þá, sem ég finnst alveg stórmerkilegt. Ég fór í rannsókn, hvenær komu þessi gúmmístígvélin til landsins, og ég veit það ekki, en ég komst næst 1923, svo að það er eitthvað svona sem mér finnst athyglisvert, hvað svona, hvað er það sem við munum, hvað er það sem breytir, og það sem breytir lífi hinna ríku, það er kannski það að verða fátækir og upplifa frelsi þess, en þeirra fátæku er kannski það að eignast gúmmístígvél. Og það finnst mér stórkostleg auðæfi að þegar því er að skipta. Þetta er dæmi svona konuna, hlutverk hennar. Hérna sjáum við mynd frá Vesturgötu og það er kona sem er að breiða fisk eða að taka saman fisk, og hún er með eldri dóttur sína væntanlega og ungan dreng með sér, og ég einmitt hef undrast þessa leti stúlkunnar að það hafi ekki hjálpað mömmu sinni, en það getur vel verið að hún sé að því einhvað síður. Hún er náttúrulega að passa litla drenginn og kannski er hún líka að taka á móti fiskinum ef hún er að hlaða á vagnin. Þetta kvundarslíf finnst mér forvitnilegt. Þetta er líka dæmi vinnustað kvenna aldamótin 1900, upp úr aldamótunum kannski, og öllum finnst sem hafa séð þessa mynd eðlilega fólk vera heldur súrt á svipinn. Það er ekkert bros, en ástæðan er svo að myndavélin er svo lengi að fólki er bókstaflega uppálagt að vera kjurt með sinn svip, annars verður myndin hreyfð. Og en við sjáum líka hérna kynja verkskiptingu eftir kynjum. Hverjir eru það sem eru að vaska fiskinn? Þetta er að vera að vaska fisk, vaska saltfisk. Þetta þurfti að vera mættar ekki síðar en 6 á morgni í hérna vaskhúsið, og þeir stundum að byrja á því að brjóta ís af kerinu,
og þær eru gjarnan með einn hanska eða vettling á annar hendi. Það hlífir aðeins og þetta eru þeir sem vinna við vöskunina. En kallarnir eru í allt öðru. Þeir eru að fara á milli með nýjan fisk, taka frá sem vaskað og koma með nýjan stafla af fiski og svo náttúrulega hérna væntanlega eigandinn með kúluhatt og fínn slaufu og hans væntanlega verkstjóri þarna við hliðina á honum. Og þetta er Reykjavík 1906. Það voru náttúrulega ýmsar gerðir vinnu og hérna sjáum við svona annan vinnustað sem var heldur þægilegri, gæti maður ímyndað sér, en hann var líka hættulegur. Það var vegna þess að þetta er saltfiskur sem er orðinn glerharður og þetta voru náttúrulega oft afskaplega stórir þorskar eins og við sjáum hérna bara á myndinni, golfþorskar af bestu gerð og þetta var hengt upp á rimar sem hengu upp í loftinu og þeim var tylt oft bara rétt svo svona og það gerði stundum að ein rim hún rann til og allt dótið féll niður og hugsanlega það á fólk. Það til margar sögur, slysasögur af vinnustöðum á þessum tíma. Við sjáum það bæði í blöðum og í gerðabókum. En hérna, það var einmitt það sem hérna ég ætlaði að koma að, sem einn tilgangur stofnunar verkalýðsfélaga. Það er samstaða. Hvað gerum við þegar slys ber að? Hvernig bregðumst við við? Og það var þannig til á fyrstu fundum Dagsbrúnar og annarra verkalýðsfélaga á Íslandi að þegar slys bar að höndum þá var, og eða félagi úr nánast umhverfi, að þá var efnt til söfnunar og það var með ólíkindum. Mér fannst mjög athyglisvert hversu rausnarlegir menn voru, því að þetta voru svo sem ekki hálaunamenn, en þeir söfnuðu mjög gjarnan einhverjum tvennum mánaðarlaunum bara á einum fundi til þess að til dæmis ekkjan hans Páls gæti nú skrimmt allavega svona næstu daga og næstu vikur eða haft fyrir jarðarförinni eða hvað nú var ef því var að skipta. En það sem menn eru að gera, það sem sé, þetta er ekki eins og þetta sé bara stofna eitthvað félag til þess að það fundi, sko. Menn eru með mjög ákveðnar hugmyndir það hvað við ætlum að gera með félagið og það er það sem við njótum góðs af með verkalýðshreyfinguna eins og hún er í dag. Við getum hafa verið ósammála eða sammála ýmsu en það sem ég hef tekið eftir í mínum rannsóknum er það að menn hafa skammtíma markmið en menn hafa líka langtíma markmið og menn hafa líka þolgæði og þolinmæði til að bíða eftir því að skammtíma markmiðin rætist þó að það taki lengri tíma en menn ætluðu. Og það eru mörg dæmi það sem ég á eftir að koma að síðar sem sýna þetta hversu þolgæðið mikil en menn gleyma ekki gömlum draumum. Þeir eru varðveittir og nýir koma líka og menn eru fullir af tilbúnir til þess að hamra inn í gegn við hvert tækifæri. Auglýstuðu þeir texta þarna? Já, það er nefnilega athyglisvert, sko, að þeir þetta var góður punktur. Ég vil gjarnan að koma með svona
spurningar eða athugasemdir. Sko, hvernig fóru menn að því að auglýsa texta? Jú, þeir höfðu það sem kallað var aukalög. Þeir gáfu bara út aukalög. Fyrir utan lög félagsins, það voru aukalög og það voru textanir. Og verkafólki var bara meinað að vinna fyrir lægri texta en þann sem var birtur í aukalögum. Og þar með var atvinnurekendum gert skylt eða gert nauðsyn að hlíta þeim reglum. Hins vegar kom til átaka, menn náttúrulega þegar verkalýðshreyfingin fæðist eða verkalýðsfélögin fæðast á Íslandi, þá verður maður dálítið undrandi vegna þess að maður hafði kannski ætlað að það væri meiri andstaða sem mætti fyrstu verkalýðsfélögunum. En því ekki að heilsa. Andstaða atvinnurekenda var ekki mjög öflug. En hins vegar bjuggu verkalýðsfélögum sig gjarnan þannig að þau gætu verið nokkuð örugg með félagið og sem sé stjórn þess þó svo að til átaka kæmi við atvinnurekendur. Hvernig fór það að því? Jú, þeir fengu í trúnaðarstöður eins og formannstöður einhverja sem voru fyrir utan þetta kvöndarslíf verkamannsins sem þurfti ekki að leita til atvinnurekenda og þar með var þetta tak atvinnurekendans á hugsanlega formanni félags ekki til staðar. Þess vegna voru fyrstu formenn dagsmanna, þeir voru búfræðingar, þeir voru kennarar, þeir voru Árni Jónsson var verkstjóri reyndar, en það var ekki fyrr en og svo kemur Héðinn náttúrulega Valdimarsson í mörg ár og náttúrulega ríkasti maður landsins en einhver alöflugasti verkalýðsleiðtogi engu á síður með hann hefur allt þetta frelsi sem fjármagning gat gefið honum og hann beitti því til þess að styðja sitt fólk til dæmis í Gútásslagnum 32 að þá var hann þarna inni á bæjarstjórnarfundi og hann sá sem þegar lögreglan mætir á staðinn með kylfur þá var hann sem byrjar að brjóta stóla og rétta stólfætur út gluggann ásamt Sigurði Guðnasyni sem þá var orðinn mjög aktífur í félaginu og það var einmitt hann sem átti eftir að fella Héðinn. En heldur að þessi texti sem var auglýstur 1906 og síðan að hann hafi í raun og veru haft áhrif og þeim tókst að komið veg fyrir að menn væri að vinna. Já, þeir fóru þá leið að þeir stilltu textana bara við það sem þá var svona gegnum gangandi. Það voru einhverjir sko undir en það voru líka einhverjir fyrir ofan að þeir kannski myndu ekkert missa það þeir voru duglegir og þannig að þeir voru bara í náðinni en eins var þeir settu kröfun ekki hærra en það að það var svona almenn viðhorf en svo hins var gerðist það að 1913 þegar hafnagerðin var að byrja að þá hófst verkfall fyrst gegn íslenskum atvinnurekendum og þetta voru 2 verkfall annars vegar var það sem sé í mars, apríl og hins var apríl fram í júni, júlí og það beindist þá þetta seinna verkfall fyrst og fremst að hafnagerðinni að þessum danska verktaka sem sáum hafnagerðina og þá var verulega þá söng í súðun þá var virkilega tekist á og það var vegna þess að þeir neituðu þarna bæði íslenskir atvinnurekendur fyrst að fara eftir þessari hækkun þeir hækkuðu kauptextaðan 10 aura eða hvort það var í 1,30 nei, í 30 aura eða 35 það Já, eftir að verkið var hafið Nei, sem sé, þeir settu upp þeir vissu að verkið átti að fara að byrja og þá vildu þeir vera búin að setja texta
og það sem sé þegar í febrúar sem þeir halda fund og ákveða það og þá þarf náttúrulega líka að sjá svo til að það gangi jafnt yfir alla. Íslenskir atvinnurekendur hunsuðu þetta fyrst. Þeir reyndu að þeim fannst þetta býsna mikil hækkun en þeir og það verkfall stóð yfir í einhverjar vikur því var lokið í apríl og þá voru þeir búin að skrifa undir samning. Þannig að þeir sigruðu í verkfallinu? Þeir sigruðu í verkfallinu. Hafnargerðin, það var miklu harðara verkfall og lengra. Því að danski verktakinn, hann hafnaði þessu alfarið. Ætlaði þessu nú ekki láta einhverja íslenska verkakalla ráði við sér. Og það var verkfall sem stóð alveg fram á mitt sumar. En það endaði líka með sigri. Svo að þannig að það var og þetta var fyrsta skipt sem sko skriflegur samningur laun á milli atvinnurekenda og félags. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Sigra í tveimur verkfallum. Já, og það líka það að þeir fá undirritaðan samning og það sko félagið sem undirritar fyrir hönd verkakalla. En minnst á það, félagið, ég tala verkakalla. Þetta verkakallafélag. Þetta ekki bæði kynin. Konur máttu koma á fundi, en þær máttu ekki vera að hafa sig frammi. En þeim var boðið það til þess að það svona meira líf í félaginu. Þetta var óumræðilega leiðilegt á fundum, að þá gripu þetta sér ás að bjóða konum að koma með. Það geti bara verið gaman. En svo reyndar voru þeir með í því að hjálpa til dæmis kollegum sínum í Hafnarfirði, Hlíf, sem stofnaði sitt félag, eða verkamenn í Hafnarfirði, verkafólk í Hafnarfirði, stofnaði Hlíf 1907 og það verður tvíkynja félag. Já, frá upphafi. Og ég er að tala verkfallið 1913 sem náttúrulega mjög hart, en býtum við, hverju voru það sem gerði fyrsta stóra verkfallið gegn mörgum atvinnurekendum í einu? Það hafði verið sko skærur, ofta tíðum milli kannski verkafólks á einhverjum vinnustað og atvinnurekandans, en þessi verkfall 1913 voru verkfall gegn mörgum atvinnurekendum í einu og það var sigur. En hverju voru það sem fóru fyrsta stað gegn mörgum atvinnurekendum? Það voru konurnar í Hafnarfirði 1912 og þær stóðu sko út í 2 mánuði og því lauk með sigri líka. Þær fengu, og það var nú alltaf sumt, það var sem sé, launið þeirra voru sko 12,5 eyrir. Þeir vildu fá þetta upp í 15 og þeim tókst að eftir 2 mánaða harða baráttu að koma upp í 15. En þá eru til margar sögur það að þær konur sem stóðu í fylkingabrjósti, þær þurftu að sætta sig við að þurfa að labba til Reykjavíkur til þess að sækja vinnu. Það fengu ekki vinnu í Hafnarfirði. Það er til margar sögur eða þó nokkrar sögur það. Þannig að það var ekki alltaf að íslenskir atvinnurekendur væru blíðan einn, alls ekki. Þetta var harka. En framtíðin var stofnuð síðan? Svo er framtíðin stofnuð, það er seinna. Já, það gerðist bara eftir þetta. Já, það er seinna. Já. En við komum nú að því þessum kynskiptu verkalýðsfélögum seinna, en það er sem sé, og Dagsbrún, sko, þeir voru við þeir studdu við stofnun Hlífar og síðan vilja konur í Reykjavík líka stofna sitt eigið félag og þær leita til Dagsbrúnar aðstoð og þá aðstoð fengu þær. Það var Pétur G. Guðmundsson og fleiri sem voru mjög umfram að aðstoða konur og það var hann reyndar sem lagði fram á fundi 1906 að það ætti að vera kvennadeild í Dagsbrún. En ég veit ekki hvert menn ætluðu af hneykslun yfir þessari tillögu, þessar róttæka unga manns að ætla sér að
hafa kvennadeild í verkamannafélaginu Dagsbrún. Það væri sko nógu spilling og siðleysi utan hús þó að menn væri ekki að færa það inn á fundi. Þetta var náttúrulega ótrúleg viðhorf sko. En viðhorfin gagnvart konum voru mjög svona dálítið vægast sagt íhaldssöm. Bara eins og þegar til tals kom 1911 að bæta kosningarétt kvenna. Þá voru margir eins og Jón Múli, Jón frá Múla. Já, hann varaði við þessu að konur fengju kosningarétt og taldi þetta geta orðið bara byltingu, allt og snöggt og allt og ábyrgðarlaust. Og þá sér maður líka í gerðabókum bæði Dagsbrúnar og líka í Alþingistíðindum þar sem menn eru að ræða þetta og viðhorf þeirra til kvenna gjarnan málaðir í einhverju ímynd eða einkenndist af þeirri ímynd sem þeir vildu hafa af konunni. Hún væri svo mikil dúlla sko. Hún væri svo fín og hún væri svo veikgeðja og það væri engan veginn hægt að leggja það á hana að fara í þessa ormagryfju sem pólitíkin væri. Það væri bara skítapleis sem væri ekki boðlegt svona dúllum eins og konum. Þessi Jón Jónsson hafi langað við Sólveigu Rönnu. Já. En viðhorf til kvenna var svona, og reyndar fengu konur svo kosning, og ég ætla að reyna að nefna þetta stórkostlega vegna þess að þetta ekki bara verkalýðssaga, þetta líka saga Reykjavíkur og saga okkar Íslendinga, að konur eru alveg stór merkileg. Ég nú búin að segja það margoft og ég verð samfæraðari eftir því sem ég verð eldri það að konur hafa eiginlega mjög margt fram yfir okkur kalla. Það 1908. Það alveg ótrúlega magnað. Í byrjun árs 1908 nefnilega efnt til bæjarstjórnarkosninga í Reykjavík. Og það í fyrsta sinn sem sko kosningar voru gerðar leynilegar í 1903. Þetta í fyrsta sinn sem eru svona kosningar sem verða þá leynilegar og það brýst út eitthvað svona algjörlega brjálæðisleg frelsisbylgja og kallar og félugkalla gátu sett saman lista og gerðu það og þurfti reyndar ekki að spyrja kóng eða prest hvort hann vildi vera á lista eða ekki. Ef það var kona hins vegar þetta fór skriflegt leyfi. Með þetta umgangast kona af mikilli varfærni. En ef þú vildir fá kall efstan á lista eitthvað, þá kannstu bara tilt honum þar og án þess að spyrja hann. Og þannig birtust sko 17 kallalistar. Og félögum svo Dagsbrún var með einn lista. Náði reyndar inn einu manni, en hann var ekki úr þeirra röðum sko. Það var einn af þeim sem það var bankamaður. En þeir voru önnur félög sem voru miklu stærri en Dagsbrún eða eins og iðnaðarmenn, þeir fengu engan. 17 listar sem voru einkenndust af karllægni. Hvað gerðu konur? Þær föttuðu nefnilega hvað var í gangi. Þær röltu hús og húsi, bönkuðu upp og spurðu eftir Gunnu. Hún við? Má ég aðeins fá að heyra í henni? Já, og svo kemur Gunna til dyra. Sæl Gunna mín, við erum nefnilega þú veist að spá í kosningarnar og það getur nú skipt miklu máli. Og þær voru svo hógværar að þær setja bara 4 konur á listan, af því að þær töldu að ef þeir fengju einn, þá væri það náttúrulega stórsigur. En þær setja bara 4 kvenna lista. Svo að þær fóru heitu Gunnu og Jóninnu og Siggu og þær hlustuðu og hvað kemur í ljós?
þetta sigurvegari í kosningarna. 21,7%. 21,7%. Og alla fjóra fulltrúana eða sem voru á listanum. Það voru 15 borgarfulltrúar. Það var 15 borgarfulltrúar. Það voru allir kosnir í einu? Nei, þetta var skipt það var svona 1/3 í sinn, hvert sinn. En Bríet fór inn. Já, en það fóru þarna, þær fengu 4 fulltrúa inn. Þetta var náttúrulega alveg ótrúlega sigur. Og en bæirinn svona sé, bæði í sveit og borg og hérna sjáum við fallega haustmynd. Við vitum hvert þessar kindur eru að fara, eða hvað? Það á að slátra þeim og það nú ekkert langt síðan sláturhúsið var fjarlægt, sko. Við munum það sem erum hérna inni, nema þú, unga frænka mín. Það var sláturhús þarna í Skúlagötunni og ofsalega fallegt hús sem var rifið til þess að byggja turna. Með djöfusins barbarismin hérna. En þessar framkvæmdir hérna við höfnina 1913 sem hófst á, ég vildi fjalla aðeins þær líka vegna þess að þetta Reykjavík orðinn höfuðstaður. Það sem sé, Íslandsráðherrann hefur búsetu í Reykjavík og það orðinn svona miðstöð stjórnsýslu og samgangna. Togarabær líka. Hann líka togarabær, nákvæmlega, en það var bara engin aðstaða. Og það var ennþá verið að þó að togarabær komin þurft að uppskipa fisk og henda fiski á milli frá hönd til handar og í báta og síðan róa í land. Þarna var sem sé ákveðið að fara í framkvæmdir og menn höfðu nú verið að pæla í því lengi að þyrfti höfn og hvernig ætti hún að vera. Það var nú lengi verið að pæla í að grafa djúpan skurð frá ströndinni inn á tjörn og dýpka tjörnina og hafa þar lagi sem myndi vera stillt allt árið kring og það aldrei neinn vandamál með leguna þar. En það var nú horfið frá því, en í stað þess var ákveðið að fara í hafnargerðina sem við þekkjum og þetta hins svokallaða þetta gengi sem var kölluð nefnd eftir Öskjuhlíðargengið og þeir eru með skóflur og svo líka með svona haka, segi svona járnkalla. Þetta eru ekki járnkallar, þetta eru steinborar. Og ég vildi skilja vinnuna þegar ég var að vinna þetta og vildi vita hvernig bæði þegar menn voru að skipa upp í höfnina og líka, og það var ekkert sjálfgefið að menn áttu sig á því og líka með þetta hvernig menn fóru að því að vinna grjótið í Öskjuhlíð eða Skólavörðuholtinu og ég var svo heppinn að ná í hann Ólaf Ketilsson á síðustu árum hans. Hann hafði verið að vinna við, reyndar ekki við, í Öskjuhlíðinni held ég. Hann hafði verið að vinna með svona handbor og sagði mér mjög nákvæmlega hvernig þetta var unnið og menn fóru sem sé, dínamítið komið. Það þurfti sænskan sérfræðing til þess að stjórna dínamítinu og sjá sprengingar. En íslenskir menn sáu að bora holurnar og það þurfti 3. Einn sem sá að halda bornum, lóðréttum og snúanum, annar og hinir 2 sem slógu til skiptis á borin og mér kom það óvart hversu langt það var dagsverkið, það var 10 tíma dagsverk náttúrulega, hversu
djúpt menn borað á einum degi. Ég skrifa nú ábyggilega það í bókinni, ég held að það hafi verið 1,5 metri, sem alveg ótrúlega mikið. En þessari tækni, náttúrulega eins og allri tækni, fylgja einhverjar hættur og það eru hræðilega lýsingar til af slysum við þessa hafnargerð. Ein náttúrulega sú kannski skelfilegasta sem var reyndar aldrei, hún var ekki slys, en lýsingin var skelfileg því að það voru lestar notaðar til þess að fara úr Öskjuhlíðinni vestur á Granda og svo líka úr Skólavörðuholtinu niður á Ingólfsgarði og þegar lestin var að bakka út á eða keyra út á rampinn þarna á Grandanum að þá gáfu sig trébólir og verkamenn stóðu þarna undir og voru tilbúnir til þess að fara að losa. En þetta hvolfdist allt yfir þá og menn samkvæmt lýsingu þá hefði maður ætlað að þarna hefði orðið stórslys, en það slasaðist enginn. Það slasaðist enginn í þessu ægilega slysi, en lýsingin var hrikaleg. En svo hins vegar gerist það, og það sé ég í gerðarbókum Dagsbrúnar, að ungu maður hafði verið í þessum hópi hérna, kannski hann á þessari mynd, en hann var sem sé, hafði komið auga á holu sem var ekki sprungin og hann sá að það var dínamít í henni og hann fór eitthvað að klukka með, kannski með þessum járnkarli eða bor í þetta. Ég veit sem ekki hvað vakti fyrir honum nema að þetta sprakk og járnkarlinn í gegnum hann miðjan og þannig lifði hann í einhverja daga náttúrulega í skelfilegum kvölum, ekkert hægt að gera og hann dó, kornungur maður, ég held að hann hefði verið innan við 20. Nema að þá var safnað líka eins og alltaf þegar svona slys bara höndum og þá söfnuðust einhver mánaðarlaun, 2 eða 3. En þetta var sem sé dæmi það hvað verkamenn voru að gera, en þeir vegna þessara slysa, vegna þessara allskyns vandamála sem birtast í kvöndeinum, að þá átta menn sig líka á, við þurfum að gera eitthvað saman, eitthvað til þess að laga umhverfi okkar, þannig við þurfum ekki stöðugt að vera að grípa í okkar vasa til þess að við þurfum eitthvað kerfi. Þeir höfðu engar fréttir af því erlendis frá, þannig séð það var ekki komin inn velferðarsamfélög sem gáfu tónin heldur, en þeir koma á stað sjóði, það seinna. Og já, kannski getur að tala það í næsta fundi þegar hvað þeir lærðu á Sovétríkjunum, þó að það hafi kannski verið býsna mikið byggt á blekkingum, á draumum, en þá voru þessi draumar, þeir voru afl mikilla breytinga á Íslandi og það býsna merkilegt að skoða hvað máttur drauma mikill. Þarf ekkert að vera bak við þá. En reyndar það nú kannski ekki svo að það hafi ekkert verið að bak við þetta í Sovétríkjunum, en við eigum eftir að koma að því. Ég veit ekki hvort ekki bara dálítið gott hjá okkur. Já, klukkan á 12:30. Já, ég talaði eins og alveg út í eitt, sko, þetta tóm vitleysa. En einhverjar spurningar, einhverjar pælingar, einhverjar hugmyndir? Ég veit þetta í hug var þetta